Menningarleg einsleitni grunnforsenda þess að við séum með velferðarkerfi. Út af því að þetta samtrygging sem að byggir á því að ég og þú vorum með einhver tengsl. Ef mér skekka fótur og ég þarf einhver aðstoð, þá Frosti Logason tilbúinn til þess að greiða til viðbótar til þess að halda utan mig. Sama gildir mig fyrir þig. Sama gildir ekki allan heiminn. Og það alveg sama hversu mikið við viljum að það sé raunveruleikinn. Það bara ekki þannig. Og það gengi heldur ekki upp að vera að reka hér opið velferðarkerfi fyrir allan heiminn. Nei, og alveg sama hversu mikið við viljum það og náttúrulega í flestu tilfellum þetta fólk sem að þarf sjálft ofta að einhverju hjálpa að halda og getur ekki séð halda utan sjálft sig, sem að telur að allir aðrir eiga líka að vera að sjá bara sig og alla aðra sem að vilja hingað koma og þetta eru bara mannréttindi að koma hingað og fleira, maður já, góðan daginn. En það sem að hættulegast í þessu að ég tel að það verði minni eftirspurn eftir því að tryggja þessa samtryggingu og það bara mjög augljóst að það sé staðan og við erum búin að sjá þetta gerast í allri Evrópu og því að sko, ef við hugsa líka það sumir af þessum svona flokkum sem að setja útlendingamál á dagskrá í Evrópu eru svona velferðar vinstirsinnaðir, svolítið svona eins og flokkur fólksins. Það einhver ástæða fyrir því að útlendingamál eina umræðefnið í stjórnmálum í Evrópu. Að tala öfgaflokkar séu einhvern veginn að nýta sér tækifærið, en ég held að það sé bara nei, það pólitísk eftirspurn eftir því að taka hart á þessum málum og því að ríkisvaldi hefur bara algjörlega mist hausinn í þessu. Já, og þetta hefur haft gríðarlega áhrif á allt saman, bara á velferðarkerfin, á húsnæðiskerfin og hittir þú einhvern sem að vill ekki taka betur á útlendingamálunum? Út af því að þetta eins og Douglas Murray sagði þegar Bretar voru, kringu 2015, þá segir hann við Sam Harris, ég hitt engan lengur sem hefur minni áhyggjur af útlendingamálum heldur hann hafði fyrir 3 árum. Akkurat. Það enginn sem að segir í dag, já ég hafði áhyggjur af þessu í kringum 2019, en í dag þá þetta bara einhvern veginn, virðist þetta verið í lagi. Ja. Og það ótrúlega galin lífskoðun, eða í besta falli mjög óupplýst lífskoðun einhvern veginn að halda því fram að útlendingamál séu ekkert vandamál. Það núna bara nýtt mál sem að frá síðustu helgi eða eitthvað, þar sem að var einhver lífshættuleg árás hóps í einhverjum bílakjallara. Já. Og sko mér finnst þetta rópa svo rópandi augljóst að minni tengsl við þjóðfélagið, þú veist, þetta social cohesion sem að vantar sko, þegar þú ert bara aðkomaður og ert í einhverjum hópi sem að hefur enga rætur hér og tengingar og eitthvað, auðvitað skapar þetta hættu, og þetta skapar svona óeiningu sem að við höfum ekkert við að gera. Nei, og sko þetta eitthvað sem að ég hef náttúrulega mikið talað en það skiptir engu máli hvað sagt og hvað ekki sagt og það alltaf verið að tala það umræðins í orðin svo eitur. Ég búin að vera að tala islam og ósamrýmanlega menningahópa frá árið 2015 og svo alltaf verið að tala það sko, já, nákvæmlega, en samt okkur sagt sko, já, nei, þetta raunverulega það sem að gerast að Frosti Logason, Snorri Másson og Tóti Hjartar og Stefán Einar eru búin að búa til þetta vandamál og ég eitthvað, já, góðan daginn en það sem svo sérstætt í þessu bara að ef við tökum bara þennan punkt að það sé búið að búa til þetta vandamál af okkur hefur samfélagið breyst? Já, það hefur breyst alveg stórkostlega. Erum við líka þess valdandi að þetta sé til umræðu í Bretlandi? Voru einhverjir svona talkshow host sem að voru þess eðlis að þeir bjuggu til þetta vandamál? Eru fleiri að tala um þessi vandamál eða færri að tala um þessi vandamál? Þetta vandamál til komið út af því að stjórnvöld hafa algjörlega mist hausinn í öllu þessu viðkemur þessum útlendingamræðum. Ef við færum bara alfarið í það að bara hætta að tala um þetta, að þá myndum við samt búa við þann veruleika að fólk hefur sífellt meiri áhyggjur af þessu. Við erum að tala um þetta út af því að fólk hefur meira áhyggjur af þessu. Ég að fá sendingar frá lögreglumönnum, ég að fá sendingar frá félagsráðgjöfum sem segja bara please, halda áfram að tala um þetta þegar við hefum meira og meira áhyggjur af þessu.